Komið sæl. Í þessum þætti þá ætlum ég aðeins að fara út í hvað fylgir því að fara í lauseraðgerð. Og margir spyrja hvernig fer þetta fram? Og þetta fer fram í stuttu máli á þann hátt að eftir að þú ert búin að fyrir forskoðun og þú ert orðinn kandidat í aðgerð að þá aðgerðandi þá kemur upp og það þarf enginn að vera fastandi eða neitt svoleiðis, bara kemur með sjálfa þig og ekki vera með linsur í eina viku fyrir aðgerð og það búið upp á Valium fyrir aðgerðina upp á það að þetta svona, til að vera svona róandi fyrir sálina að gefa smá Valium en þú getur alveg neitað því, það ekkert mál heldur og þetta 1,5 tími frá þú kemur inn þá þú ferð út. Aðgerðin tekur sjálf, hér aðgerðarstofan, aðgerðin tekur mjög stutta stund, tekur bara 10 mínútur korter. Þannig að það í raun og veru mjög stuttur partur af þessu öllu saman. En eftir eitt varðandi aðgerðina sem mjög mikilvægt að hafa í huga að þetta algjörlega sársaukalaust og finnur ekki fyrir nánast neinu. Og eftir aðgerðina þá þarf einhver sækja þig og þú fyrir heim og leggur þig kvöldið. Þá ertu að sjá textana og sjónvarpinu yfirleitt bara ágætlega. Daginn eftir kemur í skoðun og við kíkjum á þig og metum þetta og þann dag mælum við því að þú fari ekki í vinnu en þann næsta dag getur þú farið í vinnu yfirleitt nema að það sé mikið ryk eða mikið bleyta á vinnustaðnum og þá myndi ég bíða í svona 5 daga með að fara í vinnuna. En flesti geta farið þar næsta dag í vinnu, fara út að hlaupa í ræktina og síðan þarf að bíða hins vegar með kontraktsport í svona 1 viku og 2 fyrir sundið. En þú fljót að jafna þig. En þetta í stuttu máli gangur lauseraðgerðarinnar og við bjóðum bara velkomin í forskoðun.